Kæru vinir, á hverju ári sameinumst við hér í Vídalískirkju í Garðabæ, göngum til altaris og afskrýðum altarið. Það þannig að altarið táknar Krist í kirkjunni og borðið táknar hann vegna þess að borðið er tákn samfélags. Hvar eigum við meira samfélag heldur en við eldhúsborðið eða við veisluborðið? Og ég veit að við söknum þess mörg núna að geta ekki safnað vinum okkar saman að borðinu til þess að gleðjast í samkomubanninu. Og það þannig að kertin á altarinu, þau tákna orð Jesú þegar hann sagði, ég ljós heimsins. Og hann sagði meira, hann sagði líka, þú ert ljós heimsins. Og svo erum við með blómin á altarinu, sem að afskornu blómin sem auðvitað eru blómstra og svo deyja þau og það minnir okkur á að allt fölnar en orð Guðs stendur. Og svo það hvíti dúkurinn sem að á altarinu sem að táknar reifarnar sem voru settar Jesú þegar hann var lítið barn eða líkklæðin sem fundust í gröfinni þegar hún var tóm á páskadagsmorgni. Þannig að altarið það hefur þetta táknræna gildi og þessi heilagi staður í kirkjuskipinu. En í kvöld þá klæðum við altarið, við klæðum það svarta dúknum til þess að minnast þjáningar Jesú, hvernig hann gekk inn í þjáninguna, gaf sjálfan sig fyrir okkur, gaf sjálfan sig fyrir allt sem hann stóð fyrir, allt sem hann sagði og gerði til þess að það myndi breyta heiminum, breyta mannkyni. Og svo setjum við 5 rauðar rósir á altarið og það táknar sárin 5 á líkama Jesú, á höndum og fótum og í síðu. Það skrítin staða í kirkjunni að geta ekki gengið til altaris. Þessari stóru stund inn í hverri messu þar sem við minnumst síðustu kvöldmáltíðarinnar. Og hugsið ykkur að þegar Jesús vissi hann var að fara að gangi dauðan, þá kallaði hann saman vini sína og vinkonur örugglega líka, þó að það sé ekki nefnt í Biblíunni, til þess að borða með þeim. Til þess að eiga þessa minningastund, eiga þessa kveðjustund. Og ég hef verið að hugsa það síðustu daga, allt í einu lifum við tíma þar sem við lifum hægar. Og allt í einu gefst okkur tími til þess að undirbúa máltíðina inn á hverju heimili. Elda, hæg elda og allir hafa tíma til þess að setjast að borðu núna. Það ekki margir að vinna heima, margir í sóttkví eða jafnvel í einangrun og allt í einu tími í kringum borðsamfélagið. Og það hægt að leggja frá sér símana, það hægt að horfast í augu, það hægt að tala saman, það hægt að segja frá draumunum sínum, það hægt að fara yfir minningar, það hægt að hugsa hvað við ætlum að gera þegar heimsfaraldurinn hún líkur, við getum hugsað til þeirra sem ekki geta verið við borði með okkur og svona getur hver einasta máltíðin á íslensku heimili í dag verið altarisganga, verið kvöldmáltíðin. Og mér finnst svo að ég hugsa til þess af því að inn í þessum skrýtnu aðstæðum sem við erum núna, þá þurfum við líka að sjá, hvað að koma til okkar í þrengingunum sem við getum lært og breytt. Og svo langar mér líka að segja að lokum í Guðspjallinu sem við heyrum í kvöld að það talað að Jesú hafi þvegið fætur lærisveina sinna. Þvegið fætur þeirra. Og hann segir við þá, ég þvæ fætur ykkar og þið kallið mig herra og meistari. Ég hvet ykkur til að þvo hvers annars fætur. Og hann að segja þjónið hvert öðru, lifið í jafnrétti, lifið í kærleiksþjónustu. Og nú það þannig í okkar samfélagi að það akkúrat það að við séum tilbúin að þjóna hvert öðru sem við munum komast í gegnum þennan tíma. Það stundum sagt, Guð hjálpar þeim sem hjálpar sér sjálfur. Það nefnilega staðreyndin það, Guð hjálpar þeim sem hjálpast að, þjónum hvert öðru í kærleiksþjónustu og stöndum saman sem þjóð og höldum utan borðsamfélagið okkar á hverju einasta íslensku heimili. Amen.
Hátíð páskana var að ganga í garð. Jesús vissi að stund hans var komin og að hann færi burt úr þessum heimi til föðurins. Hann hafði elskað sína, þá sem í heiminum voru. Hann elskaði þá uns yfir lauk. Kvöldmáltíð stóð yfir. Djöfullinn hafði þegar blásið því í brjóst Júdasi, syni Símonar Ískaríots, að svíkja Jesú. Jesús vissi að Faðirinn hafði lagt allt í hendur honum, að hann var frá Guði kominn og var að fara aftur til Guðs. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig. Síðan hellti hann vatni í munnlaug og tók að þvo fætur lærisveinanna og þerra með líndúknum sem hann hafði sig. Hann kemur þá að Símoni Pétri sem segir við hann: Drottinn, ætlar þú að þvo mér fæturna? Jesús svaraði: Nú skilur þú ekki hvað ég að gera, en seinna muntu skilja það. Pétur segir við hann: Aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína. Jesús svaraði: Ef ég þvæðir ekki, áttu enga samleið með mér. Símon Pétur segir við hann: Drottinn, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Jesús segir við hann: Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost nema fætur. Hann er allur hreinn. Og þið eruð hreinir, þó ekki allir. Hann vissi hver mundi svíkja hann og því sagði hann: Þið eruð ekki allir hreinir. Þegar hann hafði þvegið fætur þeirra, tekið yfirhöfn sína og sest aftur niður, sagði hann við þá: Skiljið þér hvað ég hef gert við yður. Þér kallið mig meistara og drottinn og þér mælið rétt, því það er ég. Fyrst ég, sem er herra og meistari, hef nú þvegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi, að þér breytið eins og ég breytti við yður. Nýtt boðorð gef ég yður, að þér elskið hvert annað. Eins og ég hef elskað yður, skulu þér einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þér eruð mínir lærisveinar, ef þér berið elsku hver til annars.